Jæja gott fólk, þetta Emil Steinar og þið eru að hlusta á Innri huga íþróttarinnar. Í dag ætlum við að tala um þetta skemmtilegt. Í dag ætlum við að tala um markmið, sjálfstraust og bakstuðning. Þetta þrennt skiptir miklu máli ef þú æfir íþróttir eða ert að fara að spá að byrja að æfa íþróttir. Að setja sitt eigin markmið skiptir máli, sjálfstraust skiptir máli og bakstuðningur, góður bakstuðningur skiptir miklu máli. Allt þetta þrennt skiptir miklu máli. Að setja sitt eigin markmið skiptir mestu máli í íþróttum og bæði sjálfstraust og góður bakstuðningur. Bakstuðningurinn skiptir ekki máli hvað færð þín góðan bakstuðning. Þú getur fengið bakstuðning frá foreldrum þínum, og afa, systur eða systkini, vinum og þjálfaranum þínum. En ég ætla ekki að tefja þetta lengur ef ekki bara skella okkur í þetta saman gott fólk. Að setja sér markmið gott fólk er ekki auðvelt. Ef ég mætti nefna mitt markmið að því ég æfi frjálsar og ég æfi aðallega kastgreinar. Kastgreinar eru kúluvarp, spjót, kringla, sleggja. Þá var það að geta kasta lengra en ég á. Innanhús á ég 83 metrar og utanhús á ég 8,59 metra. En mitt markmið er náttúrulega að ég vil geta kasta aðeins lengra á hverju móti sem ég náttúrulega geri. En mitt markmið er að reyna að stefna annaðhvort í 9 metra eða 10 metra í kúlu. Eða bara í öllum kastgreinum að geta kasta bara aðeins lengra. Segjum svo að þú æfir sund. Þitt markmið væri þá að geta synt aðeins hraðar eða synt lengri leiðir, fleiri ferðir meina ég, eða bara bæði. Setja sitt markmið í sínum íþróttagreinum fer eftir ýmsu. Þú náttúrulega bara setur ekki bara hugaðinn. Áður en þú gerir það, þá myndi ég mæla mig að taka fram bara blýant og blað og skrifa niður það markmið sem þú vilt gera þér. Eins og ég sagði, sund, að synda hraðar, lengri leiðir, fleiri ferðir, hvað fleira, fótbolti, að geta skora í mark eins mörgum sinnum og þú vilt. Í körfubolta hitta eins mikið og getur í körfuna án þess að gera mistök. En eins og eitthvað gott orðatiltæki segir, maður lærir af mistökunum. Þótt þú gerir mistök og þótt þú náir ekki þínu markmiði, þá er það allt í lagi. Því eins og ég sé alltaf, þetta kemur bara næst. Og það náttúrulega gera það alltaf. Ekki setja mikið pressu á þig eða álag, því að það bara gefur sig ekki. Það sem ég meina er bara ekki gera það, því að ef þú leggur mikið pressu á þig og álag, þá ferðu of mikið að hugsa út í hlutina. Og þegar þú hugsar of mikið út í hlutina, þá kastar kannski stutt í frjálsum eða í körfubolta, nær ekki spyrnun í fótboltanum, í sundinu, þú setur ekki báðar hendur í bringusundi í patsin eða í endirinn. Bara ekki vera mikið að hugsa út í hlutina. Þú bara, eins og í sundu, þú bara hoppar út í, gerð þitt besta og ef þú ert ekki sáttur þá bara gerur betur næst. Ekki flækja hlutina. Ég skal viðurkenna, ég flæki hlutina oft. En má bara ekki gera það eins mikið.
Ekki pæla í öðrum. Hvað hinir eru betri en þú. Hvað þú átt langt eftir. Hvað þeir kasta betur en þú í kúluvarpi. Einhver syndir hraðar en þú í sundi. Ekki pæla í hinum. Þinn tími kemur. Þú þarf bara að gera bara þrepstig. Þegar ég segi þrepstig, að bara taka eitt skref í einu og fara í næsta þrep, yfir í næsta þrep eins oft. Byrjum bara alltaf á fyrstu þrepinum. Fyrstu þrepin er auðvelt. Svo þú ert búinn að ná fyrsta þrepið og fer í annan þrep. Svo ert búinn í annan þrep og fer í þriðja þrep. Og alltaf næsta þrep og næsta þrep. Og þá kemstu á toppinn. Segjum svo að þessi píramidi, neðst í píramidunum er þú. Efst í píramidunum er sá sem er betri, á allt best. Þú fer hægt og róla upp píramidan. Ekki pæla í hvað þessi er betri, hann er betri en ég, hann er myndarlegri en ég, ekki pæla í því. Vertu bara sáttur með það sem þú getur gert. Segðu svo að þú sért tippinn eins og ég. Ekki feitur, ekki hóra mitt á milli. Vertu ánægður með líkamaðinn. Þótt að einhver annars er grannar en þú, þá þýðir það ekki að þú sért eitthvað feitur. Þú ert bara vöðvastæltari, eins og ég sjálfur. Eða ekki láta aðra segja hvernig þú lítur út. Ekki vera að pæla heldur hvað aðrir segja. Lokaðu bara eyrunum eða eins og bara sumir gera að fer hinum með við eyrað og fer út hitt eyrað. Ekki pæla hvað hinir segja, ekki láta það trufla þig. Þú ert bara í þínum hring kassa. Það kemst enginn inn í kassan. Ekki nema þú hleypir þeim inn í kassan. Þetta er þitt pláss. Þetta er þinn kassi, verð í kassanum. Þú ert með þína einbendingu. Ekki pæla hvað hinn er að gera. Ekki pæla hvað aðrir er að segja. Ekki vera að pæla í hvað er í kringu þig. Þú ert bara í þínum kassa. Gerið besta. Þú nær þínu markmiði. Búið mál. Markmið á að snúast að þú getur gert eitthvað. Markmið þitt er að þú setur þitt markmið. Þú vilt ná þínu markmiði. Þú vilt vera betri í einhverju. Þetta er allt þitt markmið. Þegar við byrjum á fyrsta atriði, hvað viltu gera? Hvað viltu ná? Hvað er þitt markmið? Þitt markmið er eitthvað sem þú vilt gera þitt markmið. Mitt markmið, eins og ég hef búin að segja nokkrum sinnum, kasta lengra. Næsta markmið, vera betri í einhverju. Þriðja markmið, ég vil vera sterkari. Svo gengur þetta bara áfram. Þú bara skrifa þitt markmið niður. Og ef þú vilt sýna einhverju þínu markmið, þá er það bara í góðu lagi. En ef hann fer að gera eitthvað út úr þínu markmiðum, ekki vera að pæla í því. Ef hann er bara afbrýðisamur út í þig, hvað þitt markmið er, og hann ekki með neitt markmið, þá er það bara í góðu lagi. Þú kannski getur bara hjálpa honum búið til sitt markmið. Svo einhvern daginn og þú hugsa bara þitt markmið og þú nær þínu markmiði, það er flott, það er gott, þið líður miklu betur. Annað sem snýst markmið er að hafa sjálfstraust. Sjálfstraust er að hafa trú á sjálfum sér. Hafa trú að maður getur eitthvað. Hafa trú að þú getur þetta. Ekki pæla hvað aðrir segja að þú getur þetta ekki. Og þetta var lélegt hjá þér. Ekki vera að pæla í því. Þú gerðir þitt besta. Þú hefur trú á þér. Þú hefur út af fyrir þig. Hinn er þá bara afbrýðisamari að þú getur eitthvað betur en hann.
Málið bara að eins og ég veit að þetta mjög langt. Þetta bara það sem ég að segja ykkur gott fólk. Þitt markmið, þín sjálfstraust skiptir máli. Þótt að aðrir segja eitthvað, ekki vera að pæla í því. Ég var alltaf að pæla í kringum með allt, bæði því að þið sund, líka því að þið frjálsar. Athyglin aldrei nógu góð. Ef þú hættir að pæla í allt í kringu þig og fer bara að hugsa þín markmið og sjálfstraust, ekki pæla hvað í kringu þig þótt að eitthvað sé að tala og þú heyrir í þeim. Lokaðu bara að þér, eins og ég segi, vertu bara í þínum kassa. Það kemst enginn inn í þinn kassa nema þú hleypir honum inn. Hlusta á þjálfarann annað líka, mikilvægur hluturinn sem eins og ég sagði, hlusta á þjálfarann. Hann þarna til að þjálfa þig. Hann ekki þarna til að horfa á þig og segja ekki neitt. Því ég hef lent í því. Ég var með þjálfari í frjálsum sem fylgdist aldrei með tækninni og sagði bara að gera eitthvað svona tækni. Hann var aldrei að sýna manni tæknina. Hann var bara alltaf í símanum eða að leggja sig. Svo einhvern tímann var að koma næsta aðila sem átti að koma eftir okkur. Hann var bara að byrja að draga þá inn. En ég vil ekkert nefna nafn þennan einstaklings. Ég vil bara segja frá hvernig hann var. Þjálfarinn minn í dag sýnir mér tæknina, hefur áhuga, fylgist með mér, reyna að leiðrétta mig á réttri braut, meina ég. Ég vil það. Ég vil ekki að vera með einhvern þjálfara sem ekki fylgist með þér, ekki að leiðrétta þig, ekki að koma á réttan braut. Við viljum hafa þjálfara sem hefur áhuga á því sem við erum að gera. Hlutirnir ekki einfaldir nema við gerum það einfaldlega. Segjum svo að þú hefur lagður einelti eins og ég. Ég var lagður einelti í 10 ár. Ég ennþá að jafna mig. En með því að setja þig markmið, hafa sjálfstraust og hafa félagsskap, eiga vini, það skiptir máli. Ef ég hafði ekki markmið og sjálfstraust og vináttu og eiga vini, þá væri ég ekki hérna í dag og segja ykkur hvernig þetta er. Ég skal viðurkenna að ég átti ekki mikið af vinum þegar ég var á yngri árum. Þegar ég var ungur, meina ég. Ég á helling af vinum núna. Hlutin það bara að þú verður að finna réttu manneskjurnar sem þú vilti vingast við. Ekki finna einhverja mannesku sem bara lögleg við þig og ekki að styðja þig gegnum allt. Þú munt finna félagsskap og finna vinir sem hafa trú á þér og standa á bakið á þér. Ég á líka dásamlega foreldra sem gera allt fyrir mig. Þau búin að standa við bakið á mér í öll mín ár síðan ég fæddist. Ég veit að það ekki auðvelt að hlusta á mig tala svona lengi, en þetta bara það sem ég vil gera, sem ég vil ræða skiptir ekki máli hvort ykkur líkar ekki þessi þætti sem ég að gera, hvort ykkur líkar ekki hvernig ég endurtaki hlutin alltaf. Ég bara svona tala ég bara og svona minn áhugi. Ég ekki leiðilegur við ykkur gott fólk, en ég bara að segja frá mínum reynslu og hvernig ég geri mína hluti. Það náttúrulega ekkert auðvelt ef þú búin að lagra einelti í mörg ár, sumir fremja sjálfsmorð. Ég gerði það aldrei, af því ég átti dásamlega foreldra
og afa, ég á vini sem standa við baki á mér. Ég hef líka systur sem stendur við baki á mér. Þetta mikilvægasti hlutirnir í lífi okkar. Að við eigum manneskjur, við eigum fjölskyldu, við eigum vini sem standa við baki á þér. Pældu því ef þú ættir ekki foreldra, systkini, og afa, vini sem standa við baki á þér, hvernig myndi þá lífið þitt vera? Það myndi örugglega ekki verið jafn skemmtilegt og sá sem á alla vini, fjölskyldu, og afa, systur, foreldra sem standa við baki á þér. Ég veit um nokkra sem eiga foreldra sem keyra bara á æfingu, fara svo. Þau hafa engan áhuga á því hvað þú ert að gera. Þau mæta ekki á mót og styðja við þig í gegnum allt. Ég á mína foreldra sem mæta hverja einustu mót sem ég keppi í, bæði í sundi og frjálsum. Þau keyra mig á æfingar, eða þau keyrðu mig á æfingar og ennþá keyra mig á æfingar þótt að ég sé með bílpróf. En það sem ég reyna að segja gott fólk að ég á bakstuðning. Ég á fullt af fólki sem stendur baki á mér. Okkur ætti þú ekki líka að fá að njóta þess? Okkur ætti þú ekki að fá að lifa lífinu þínu eins æðislega og ég? Hvað það sem að stoppa þig í lífinu? Einelti á ekki að stoppa í lífinu. Ef þú lærir einelti, skaltu segja einhverjum frá því. En ekki safna þig alltaf inn í þig eins og ég gerði. Ég skal viðurkenna í grunnskóla þegar ég var að læra einelti, ég var bara í grunnskóla þá, í þessi 10 ár læra einelti. Það var enginn að gera neitt í mínum grunnskóla, það var enginn að taka á þessu. Nema einn góðan dag, þá segir þessi manneskja eitthvað ljótt við mig og ég hleyp bara eftir honum og ég dreg hann bara niður á gólfu og ég átti bara að lemja hann. En ég gerði það ekki af því að ég veit að ofbeldi leysir ekki vandamál. En þennan sama dag kom kennari og sagðist myndi taka á þessu, sem ég vonandi að hún hefur gert eða hann. En í dag veit ég ekki hvort hún gerði það eða hann gerði það. En ég ætlaði bara að vona þess að hún hefði gert það. Því eftir þetta var þessi manneskja hrædd við mig. Og eftir þetta leið mér kannski aðeins betur. En að vera lagður einelti í þessu 10 ár, það hverfur aldrei. Núna 2021, þetta ár 2021, ég að finna mína sjálfstraust. Ég útskrifast úr grunnskóla 2012. Núna, eins og ég sagði, árið 2021, eða 2020 líka, fann ég minn sjálfstraust. Ég fann mitt markmið. Ég átti ennþá vini, foreldra, og afa, systur sem stóðu, fullt af fólki sem stóðu við baki á mér og enn í dag. Eins og ég sagði áðan, af hverju ætti þú ekki að fá að njóta þess eins og ég? En ég veit að ég er komin út úr umræðinu sem við ætlum að tala um í dag sem var markmið. En það er líka gott að tala um þessa hluti því að þú getur byggt þitt markmið upp úr þessu. En núna ætlum ég bara að nefna það sem er mikilvægt í gegnum lífið sjálft. Númer 1, að setja sig sitt eigin markmið. Sama í hverju þú ert. Rafíþróttum, hreyfiíþróttum. Þegar ég segi hreyfiíþróttum, það er tala um frjálsar,
fótbolti, körfubolti, ísokki, hlaup, bara eitthvað sem tengist hreyfingu og heilsu. Lyftingar, ólympískar lyftingar. Þetta þá fyrsta mikilvægasti hluturinn sem skiptir í lífi mannsins. Næsta mikilvægasti hluturinn sjálfstraust, að hafa trú á sjálfum þér, að hafa þína einn sjálf álít, vera sáttur með líkamanninn, hvernig hún lítur út, hvort þú ert heilbrigður eða fatlaður. Það skiptir ekki máli því að þú hefur þína sjálfstraust og þína sjálfsmynd. Þetta það sem mikilvægt. Þriðja mikilvægasta að eiga vini og fjölskyldu sem stendur við baki á þér, eða fullt af fólki sem stendur við baki á þér. Fjórða mikilvægasti hluturinn að þjálfarinn hefur áhuga á því hvað þú ert að gera. Hann mætir ekki bara á staðinn til þess að horfa á þig. Hann þarna á staðnum til að leiðrétta þig og hjálpa þig gegnum þína tækni. Sem ég mjög þakkláttur fyrir minn þjálfara. Ég get talið upp það mikilvægasta í lífinu. En eins og núna, þá veit ég ekki meira. En gæti verið meira, en það mikilvægasta sem skiptir máli að þú heldur áfram að lifa þínu lífi í gegnum þótt og þú hefur lagður einelti eða eitthvað tala illa þig. Það skiptir ekki máli. Það sem skiptir máli að þú hefur bara trú á sjálfum þér. Af hverju, eins og ég búinn að segja nokkuð sem fyrir ekki fólk, af hverju ættir þú ekki að fá að njóta þínu lífi eins og þú vilt njóta þess? En það ekkert meira í dag, gott fólk. Þetta Emil Steinar og þú varst að hlusta á Innri huga íþróttarinnar. Ég mun öll að sjá ykkur bráðum. Ég mun öll að heyra meira frá ykkur í framtíðinni. Og eins og ég sagði, ég vil endilega heyra frá ykkur hvernig hlaðvarpsþætti þið vilja heyra. Ef ykkur líkar þetta með markmið, þá það sjálfstraust eða bara hvað sem þið vilja heyra, endilega sendi á mig. Þetta var Emil Steinar og þú varst að hlusta á Innri huga íþróttarinnar. Ég kveð ykkur sinni. Bye bye. Jæja, gott fólk, ég vildi bara bæta þessum orðum við og enda með þessum orðum að markmið, sjálfstraust og góð bakstuðningur þrennt mikilvægasta í lífinu og ég vil að þið, gott fólk, noti þetta þrennt: markmið, sjálfstraust og góð bakstuðningur í gegnum lífið, því þetta það mikilvægasta það sem við höfum. Eins og ég sagði áðan, þá vil ég endilega heyra hvernig hlaðvarpsþætti þið viljið heyra mig tala um. Ef þessi þáttur, markmið, sjálfstraust og bakstuðningur hjálpaði ykkur í lífinu, þá endilega látið mig vita hvernig hlaðvarpsþætti þið viljið heyra mig tala um. Ef þetta hjálpar ykkur allt. Enn og aftur þá ætla ég bara að kveðja ykkur. Þetta var Emil Steinar og þú varst að hlusta á Innri huga íþróttarinnar. Ég sé ykkur seinna. Bye bye.